Ég myndi byrja á því að þvo mér hendurnar og svo sækja það sem ég þarf til. Það þvottabakki, 2 balar, kanna, undirbreiðsla, þvottapoki, handklæði, greiða eða hárbursti og svo hárvörur, sjampó og hárnaring og hárþurrka ef þess nauðsynlegt. Svo myndi ég bara kynna mig og útskýra hvað ég að fara að gera, tryggja næði og hækka stillinguna á rúminu. Ég þarf síðan ekki að vera með hanska nema að það sé eitthvað sýnilegt sár. Svo myndi ég taka balan sem ég búin að setja vatn í og fá sjúklinginn til að kanna hitastigið og það í lagi með það. Síðan myndi ég aðeins áður mig fyrir þvottinn að greiða hárið á sjúklingnum og svo lækka höfðagaflinn niður í liggjandi stöðu. Taka hérna með mér og lyfta sjúklingnum aðeins, fjarlæga koddann og svo koma með undirbreiðsluna undir og koma svo þvottabakkanum fyrir. Það fari vel sjúkling og hafa tóman bala fyrir afrennslið. Svo myndi ég bara taka vatn. Ég myndi fyrst setja þvottapokann á augu sjúklings, svo fari ekki vatn á augun. Svo myndi ég hella vatninu. Svo myndi ég taka sjampó og þvo hárið vel og svo myndi ég taka aftur vatn og skóla það og svo hárnaring ef það á við og þá myndi ég setja hárnaringuna og svo skóluna. Svo myndi ég tæma bara allt vatnið úr þvottabakkanum, taka þvottapokann og fjarlæga, vera með handklæði tilbúið, lyfta sjúklingnum og taka þvottabakkann og setja handklæði utan höfuðið. Síðan bara hækka höfðagaflinn. Fyrir sínum stað. Svo myndi ég bara þurrka hárið og greiða það. Og svo myndi ég bara lækka stillinguna á rúminu. Spyrja sjúklinginn hvort honum vanti eitthvað og hafa bjölluna nálægt svo hann geti alltaf ýtt á hana. Ég myndi síðan ganga frá öllu dótinu og þvo hendur. Síðan ætlum ég að skipta núna yfir í fótabað. Þá myndi ég byrja á því að þvo hendur, sækja það sem til þarf. Það bali, handklæði, 2 þvottapokar, sápa, krem og hanskar. Ég myndi byrja á því að kynna mig og útskýra hvað ég að fara að gera, tryggja næði og hækka stillingu á rúmið þannig að það í góðri vinnustöðu. Ég skal lækka höfðagaflinn. Svo myndi ég fara í hanska og taka sængina af fótleggjunum, koma handklæði fyrir, undir. Svona. Svo gott að ég er búin að setja vatn í balan og gott að fá sjúklinginn til að kanna hvort hitastigið sé í lagi og það í lagi. Þá myndi ég beygja fótleggina og sem gengur eitthvað frekar erfiðlega. Já, hann er eitthvað með slæm
slæm liðamót, annar fóturinn. En við myndum allavega að setja fæturna hérna í balan og láta liggja í svona 5-20 mínútur. Svo myndi ég taka þvottapoka og setja smá sápu í og þvo fæturnar með sápu. Svo myndi ég taka hreina þvottapokann og þvo sápuna af fótunum. Svo myndi ég taka fæturnar upp úr balanum og þá er bara að þurrka fæturnar vel og þá er sérstaklega mikilvægt að þurrka vel á milli tánna svo að sé ekki raki þar á milli. Þegar maður er búinn að þurrka þá er síðan hægt að taka gott krem og bera á fæturnar og þá er sérstaklega gott að bera vel á hælana þar sem oft er þurrt en ekki bera á milli tánna aftur til að koma í veg fyrir raka. Svo myndi ég bara fjarlægja handklæðið, laga sængina, ég myndi lækka stillingu á rúminu. Spyrja sjúklinginn hvort hann vanti eitthvað og setja bjölluna nálægt og síðan bara ganga frá dótinu og þvo hendur. Takk fyrir.